Erfðaefni, líka kallað bara DNA, er það efni í frumum lífvera sem geymir upplýsingar hvernig lífveran er uppbyggð og hvað hún á að gera. Það er þannig að erfðaefnið er í raun þráður sem er inn í kjarna frumna eins og hjá okkur. Það er ekki allar frumur með erfðaefnið inn í kjarnanum, en þetta er tvöfaldur þráður sem rúllast svona upp. Og hver þráður myndar einn litning, hjá okkur eru 46 litningar, og á erfðaefninu í hverju einustu frumu, það er eins í öllum frumunum, eru upplýsingar okkur, nákvæmlega hvernig líkami okkar er uppbyggður og hvernig hver einasta fruma starfar og hvernig líkaminn starfar í heild sinni. Þannig ef við finnum heila frumu úr einstaklingi þá getum við lesið nákvæmlega hvernig hann er uppbyggður. En það er mjög flókið að lesa það. Það eru svokallagir táknar sem eru lesnir á þessu. Það eru 4 niturbasar. Þetta eru stafir sem eru notaðir: adenín, guanín, cytosín og tínín. Og það er hvernig 3 stafir koma í röð sem stýrir því hvaða prótein er myndað. Þetta eru kallaðir svona basaþrendir. Þetta er svolítið flókið mál. En í grunninn erfðaefni er það sem stjórnar því hvernig lífvera lítur út og er uppbyggð og hvernig líkaminn hennar starfar. Og það er erfðaefni sem ber þessa eiginleika áfram til afkvæma lífverunar. Og þannig koll af kolli, kynslóð fram af kynslóð.